velkomin á samkomu. Þið til í þetta? Þið hérna rosalega heppin í kvöld. Við ætlum að taka nýja lofgjörð sem bara var að vera til. Hún komin beint sjóðheit af himnum inn í hausinn á mér, út í hendurnar og á gítarinn. Þannig ég ætla að fá okkur öll til að standa upp. Þið lesi textan bara hérna á skjánum og syngið vel. Þetta mjög einfaldur texti. Fjalla bara hvað lífið gott og Guð góður. Guð góður, já Guð góður, Guð góður, já Guð minn góður, góður Guð, já Guð góður, já Guð góður, Guð góður, já Guð minn góður, góður Guð. 16 ár, svaka þyngd á minni sál. 16 ár, sorgar saga belti tá. Núna lifi ég lofið þó ég gangi til manda því að frelsins trú var. Ég fann betra líf með Guði, líf í kærleika. Ég fann betra líf með Guði, þvílík hamingja. Ég fann betra líf með Guði, líf í kærleika. Ég fann betra líf með Guði, þvílík hamingja. Halleluja! Hristir þetta ekki aðeins upp í ykkur? Ég lifi frjáls, frelsi kemur innan frá. Ég lifi frjáls og Drottinn fyllir mína sál. Núna lifi ég lofið og mér kemur innan dag því að frelsins trú var. Ég fann betra líf með Guði, líf í kærleika. Ég fann betra líf með Guði, þvílík hamingja. Ég fann betra líf með Guði, líf í kærleika. Ég fann betra líf með Guði, þvílík hamingja. Já, getum við fengið okkur öll til að stappa eða klappa með? Let's go. Og hver góður? Guð góður, já Guð góður, Guð góður, já Guð minn góður, góður Guð, já Guð góður, Guð góður, Guð góður, Guð góður Guð, já Guð góður, Guð góður, Guð góður, Guð góður, góður Guð, já Guð góður, Guð góður, Guð góður, Guð góður Guð, já Guð góður, Guð góður, Guð góður, Guð góður, góður Guð, já Guð góður, Guð góður, Guð góður, Guð góður Guð. Ég fann betra líf með Guði, þvílík kærleika. Ég fann betra líf með Guði, þvílík hamingja. Ég fann betra líf með Guði, líf í kærleika. Ég fann betra líf með Guði, þvílík hamingja. Halleluja, það verður aldrei fjörið í kvöld, sko. Þvílíkir meistarar hérna á sviði. Velkomin á United Sangkomi, gaman að segja okkur hér í kvöld. Við ætlum að eiga yndislegt kvöld saman.
spennt fyrir kvöldunni, spennt að heyra hvað Ingi er fram að færa. Það verður gaman að heyra í honum. En við ætlum að byrja að rísa á fætur og biðja. Og vorum þó nokkuð bænarifinn sem kom inn núna. Biðja fyrir ungu dreng sem er í neyslu, fjölskyldu hans, gríðarlega alvarlegt mál. Ungu drengur sem að féll eftir smá tíma sem var búin að edru og lenti í alvarlegu ofbeldi. Biðja fyrir fjölskyldu sem að er í neyslu. Og þetta bara út allt því miður. En við veitum að Guð er stór Guð, kraftaverka Guð. Tekur burtu fíknina, kvíðan og óttan. Og í kvöldu ætlum við að yndislega stund og ég hvet ykkur til þess að taka þátt í lofgjörunni, vera með í lofgjörunni. Það er svo gott að geta bara gefið Guði algjörlega í lofgjörunni. Svo opnast hjarta okkar svona eins og þegar að ræsa síldaversmiðan og Siglufirði eftir 50 ár. Ískrar svolítið í þegar opnast. Og svo þegar hjartað opnast þá kemst Guðinn til þess að vinna þá vinnu sem það þarf að vinna í líf okkar. Og við vorum að tala á bænastundinni hvað er mikilvægt að eiga trú. Öll okkar höfum við okkar á von, þess vegna erum við hér. Mörg okkar hafa trú en við viljum komast í fullvissum hver Guð er. Og það er svo gott að vera á þeim stað í lífinu. Sama hvað gerist. Og þannig móðir drengs sem er í neyslu núna er hér í kvöld. Og við ætlum að lyfta henni sérstaklega upp að því að búin að standa sér ótrúlega vel að hjálpa. Það er þunn lína á milli meðvirkni og sannur kærleikur til barnsins síns. Og ég er ekki til þess að dæma hvenær meðvirkni er í gangi. En ef maður einhvern tíðan auðvitað maður meðvirkur gagnvart barninu sínu, maður elskar barnið sitt. Og við megum heldur ekki gleyma því að þetta er fólki sem er okkur næst. Og við myndum ganga á enda veraldar fyrir börnin okkar. Svo við skulum styðja á bakið á svona foreldrum eins og þessari yndislegu systir sem þjónar hérna hjá okkur. Og gefst aldrei upp. Og veit að Guð kemur til með að grípa inn í líf hans eins og hann hefur gert. Hann þekkir hann afspurn. En við viljum sjá Guð koma algjörlega inn í líf hans og umbreyta því og reisa hann við á nýju. Og það er það sem hann á skilið. Og það er það sem mamma á líka skilið. Að þetta við erum fljót að gleyma þegar neyslan byrjar, hún getur verið ljót og erfið. Ljótir hlutir sem gerast, við reiðumst, við verðum fúl þegar við sjáum börnin okkar ganga þessa veg. Og ég minnist konu sem kom til mín niður á Draumasetur með son sinn, hann var með eina húfu og 3 hettur. Þið viti hvernig þetta þegar við erum í neyslu. Og skeggið og niður þryktur. Og mamma algjörlega á háa síðan og hann svo brjáluð sko. Drengurinn var bara algjör sokkur. Og þetta þekkjum við svo mörg. Og ég sagði við hana bara, og ég veit ekki, það var Guð bara sem að Guð sagði við mig, segðu við hana að loka augunum. Og ég sagði, varum til að loka augunum, ég veit ekki hver þessi kona var sko. Stóð bara inn á gólfi með barnið sitt. Og hún gerði það. Og svo sagði við hana, manstu þegar hann fæddist. Manstu þegar hann tók fyrstu skrefin, töluði fyrstu orðin. Og þá sá ég að tárum byrjaði að renna niður. Og ég sagði að hann er akkurat við hliðina á þér núna. Það er bara komin svona hlutur í líf hans, aðskota hlutur í líf hans. Djöfulegu hluti neyslunar eru komin í líf hans. En þetta er ekki endirinn og það er þetta hjarta sem við viljum sjá til hvers annars og til fólksins sem kringum okkur er. Að við elskum það til lífs. Við elskum það inn í Guðs ríkið. Og þá kemur þessi lækning og lausn sem við þurfum á að halda. Og við erum öll með eitthvað bænarefni, ég hvet ykkur til þess að taka þátt í bænni. Hugsum fólki sem er í kringum okkur. Kannski eru hlutir í ykkar eigin lífi sem við þurfum að lyfta upp til Guðs. Það stendur að við þurfum ekki að vera hugsjúk neitt. Heldur gera í öllum hlutum óskir okkur kunna Guði. Með bænin okkar, bænin og þakkagjörðinni. Og þá mun friður Guðs sem er aðeir öllum skilningi varðveita hjarta okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Og við þetta það er svo mikill sannleikur sem liggur í akkurat þessu versi. Ég kalla þetta alkaversi. Að því baunin uppi hjá okkur alkonum er alltaf á flegiferð. Það er allt í gangi uppi í hausnum. En Guð vill gefa okkur hennar frið í hjarta. Og við lyftum þessu hlutin til Drottins. Faðir mig bara þökkuðu fyrir náð þína, þökkuðu fyrir miskunn þína, þökkuðu fyrir kærleikann og þú elskar okkur Drottin, þú elskar okkur fyrir að bræði. Og Drottinn, við lyftum þessum bænarefnum upp til þín. Við sérstaklega leggja hana yndislegu vinkonu okkar sem starfar hérna í starfinu okkar
upp til þín drottin, að þú megi koma drottin, þú megi snerta við lífina, þú megi gefa henni þennan frið sem hún þarf á að halda. Byggðu ennþá meir undir trúinnar drottin, og hún veit að hún fullviss drottin, að þú muni grípa inn í líf yndislega drengsins hennar drottin. Og ég biði Faðir minn að mæta honum akkurat þar sem hann núna drottin, hann veit hver þú ert drottin, snertu við hjarta hans drottin, gefðu hann megi bara að horfa og líta til þín drottin, treysta þér fyrir lífi sínu. Og Faðir, ég bara biði drottin minn að umbreyta líf hans, umbreyta hugsun hans drottin, opnaðu hjarta hans drottin til að taka á móti sem þú hefur fyrir hann í Jesú nafni. Biði fyrir fjölskyldunum sem ungu stúlkuna drottin, biðum að blessa fjölskyldana drottin, gefðu þeim líka drottin trú og fullvissu drottin að þú muni grípa inn í. Ég biði fyrir drottin að mæta henni þar sem hún núna stödd drottin minn í Jesú nafni. Svo erum við öll með ykkur bænarefni drottin og okkar hjarta drottin, og ég biði Faðir minn að snerta við lífi fólks hér í kvöld drottin. Takk fyrir þetta kvöld sem að byrja hér í kvöld og þú byrjar að starfa drottin. Við lyftum kvíðanum og óttanum, hræðslunni, vanmáttakendinni, fíkninni, sama hvað það drottin, sjálfsvígshugsanir, bara við lyftum oss öll upp til þín drottin minn. Og við þráum bara friðin líf okkar í Jesú nafni. Við elskum þig, þráum þetta og lyftum þínu nafni í Jesú nafni. Amen. Amen. Síðan ætla ég að taka samskott og ég þakka ykkur alveg rosalega vel fyrir því hérna síðasta mánudag, og það var til þess að við gátum hjálpa til. En í kvöld þá ætlum við að gera svolítið sérstakt, og það svo skrítið var fólki sem við vorum að biðja fyrir, elsku Hilmu minni og hérna sem starf hér, og svo Dagur okkar sem búinn að vera hérna á Glærunum svo langan tíma, bjó á draumasetrinu, algjör fyrirmynd í því sem hann að gera. Og hann misti þessi bróður sinn núna út á Spáni og þurfti að fara, og þetta búið gríðarlegu kostnað fyrir fjölskylduna, fyrir móður hans sérstaklega og hann. Og hérna, mér langar í kvöld að við tökum samskot til þess að styðja þessa fjölskyldu. Þau eiga það svo sannarlega skilið. Þetta hrikalegt að lendi því að missa bróður sín. Ég veit hvernig það ég hef verið á þeim stað, og við skulum taka þátt í þessu. Pósinn hérna aftast, og hérna látum föturnar ganga. Tökum þátt í og styðjum við bakið á Degi og fjölskyldu hans, að því að ég veit að hérna þau þurfa á því að halda. Þetta gríðarlegu kostnaður, og ég veit að mamma svo var komin til Spánar þegar þeir ótöðu og vísaði vel pósanum í andlita á henni og lét hann að greiða 700.000 fyrir vinnun á spítalanum, og þannig að þetta út allt, og kom hann heim og allir þessi hlutir, fyrir utan það að sorgin svo gríðarleg. Og bara Faðir við bara lofuð og þökkuð fyrir það að drottin við blessum fjölskylda hans drottin, og alla sem í kringum, móðir hans drottin minn, varðveitu hjarta hennar. Ég bið að halda utan á þau drottin, gefa þeim að finna drottin að þú með þeim, gefa þeim að hvíla í skugga vængja þinna drottin, þar sem friður og frelsi, lækning drottin og huggun í Jesú heilaga nafni. Amen. Takk fyrir gjafir ykkar. Guð elskar glaðan gjafara. One more
my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it, taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the great rock, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the great rock, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone rolled away, one more sin, I've been saved by grace. This dead man, I need them no longer, all because of that great robber. Yeah, all because of that great robber. To the one who wore a crown of thorns, to the one who took the lash and skirts for the hands and feet that were pierced by nails, for the sacrifice that has torn the veil. And we crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. Yes, and we crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. To the one who gave his very life away, took upon himself all our guilt and shame, hanging on the cross for the world he loved with his precious blood. Purchased man of God. Yes, we
To the one who endured all the shame of the cross, to the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son who overcame all the power of death, we praise. For the stripes, for the wounds, for the beating you bore, to the tears, for the blood that was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. To the Son who endured all the shame of the cross, to the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son who overcame all the power of death, we praise. For the stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood that was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. We crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. We crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. To the one who endured all the shame of the cross, for the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son who overcame all the power of death, we praise. For the stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood that you willingly poured, for the merciful, wonderful man. We crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. Yes, and we crown you. We fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. We cry. We all fall down. We worship. We all cry out. You are worthy, God. You are worthy, God. Veröldin öll negir sig, hér hver sá, jörð, tungl og sól játti þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa við. Drottinn dýrðar til mér hjá, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér.
Drottinn dýrar til mér hjá, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll eigi sig, sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, því lofaðir nú í sannleika. Ég tilbýð þig, Drottinn dýrar til mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrar til mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syng þér lög, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng þér lög, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Vil, halleluja, kom þú Drottinn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Kom Drottinn Jesus, kom Drottinn Jesus, kom Drottinn Jesus, kom Drottinn Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Syngjum saman. Drottinn dýrar til mér hjá, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrar til mér hjá, ég vil vera nærri þér. Jesus, ég vil vera nærri þér. Heilagur Drottinn
var svona að hugsa með sjálfum mig, Guð, hvað viltu gera í kvöld, hvað viltu highlighta? Og ég upplifði strax fjölskyldur. Og nú ég í þannig aðstæðum að ég með frænku mína heima hjá mér sem getur ekki verið heima út af heimilisaðstæðum og allt í einu varð heimurinn rosalega ljótur í kringum mig. Og ég búin að vera svona Drottinn, gefðu mér visku í þessar aðstæður, Drottinn hjálpaði mér að segja það sem að skilur eftir sig ávöxt, hjálpaði mér að byggja upp, hjálpaði mér að vera ljósinn í þessar aðstæður. Þannig ég búin að svona hugsa fjölskyldu og svo áðan í bæninni þá var Óli að tala fjölskyldur, systkini, börnin okkar, foreldra. Og ég var að fatta núna í þessu lagi, bara já, það eitthvað svona þema. Þannig að næst að fara að syngja lag sem að veltum flesta kannast við. Að segja Jesú. Og mér langar að við tökum næsta lag í það að við einblínum á fjölskyldur. Að við biðjum fyrir fólkin okkar. Að við biðjum fyrir synum og dætrum okkar. Að við biðjum fyrir frænkum okkar og frændum. Við biðjum fyrir þeim sem að poppa upp í hausinn á okkur núna. Einhver sem að kannski þú hefur ekki hugsað lengi og þú allt í einu bara myndir núna eftir. Ég held að Guð sé að highlighta fyrir okkur fólk í kvöld til þess að biðja fyrir. Að því heimurinn þarna úti, hann ljótur og við þekkjum það. Sum okkar þekkja það betur en aðrir og sum börn þekkja það betur en aðrir. En það bara eitt nafn sem getur frelsað okkur og það bara eitt nafn sem getur komið lausnin í sérhverjar kringumstæður. Og það nafnið Jesús. Og það bara nafnið Jesús sem getur komið inn í líf þessara móður. En við erum alltaf með frjálsan vilja. Það nefnilega vandamálið. En Guði engin hlutur megn. Amen. Guð engin hlutur megn. Þannig að ef það einhver hérna sem var með eitthvað einstakling sem poppaði upp, þá langum að biðja að rísa á fætur og við skulum bara standa öll saman í trú. Fyrir að Guð geti leyst, fyrir að Guð geti læknað. Af því það bara hann og við höfum séð það margoft að hann leysir fólk og hann læknar. Amen. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús. Salta böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og ný frelsi. Hvað segjum við? Segjum Jesús. Syngjum saman. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga.
Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Frá frjálsum hrópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn vopn. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú öflur sól. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn vopn. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú öflur sól. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Því það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég held að þessi fólk hérna inni sem þarf að sleppa tökunum af fjölskyldumeðlimum. Mig langar að hvetja það bara til þess að lyfta höndum og segja: Drottinn, ég gefst þér. Drottinn, ég gef þér þetta. Drottinn, ég treysti þér. Af því að hver annar en að hugsa börnin okkar en hann. Hver annar en að hugsa vel fólki okkar en Jesús. Frá fjallsmun hrópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Frá fjallsmun hrópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Frá fjallsmun hrópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn vopn. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú öflur sól. Heilagi Faðir, ég þakka þér, Drottinn, fyrir fjölskyldur. Ég þakka þér, Drottinn minn og Guð, fyrir foreldra, fyrir mömmur og fyrir pappa, fyrir ömmur og fyrir afa, fyrir synir og fyrir dætur, fyrir frænkur og frændur. Faðir, ég þakka þér fyrir að þér engin hlutur meg og Drottinn, við komum fram fyrir hásætið þitt með alla þá einstaklinga sem liggja þungt á hjörtum okkar. Drottinn, fyrir alla þá einstaklinga sem eru út að þjást, sem eru blindir fyrir veruleikanum sínum. Heilagi Faðir, við tölum líf og við tölum lausn og við tölum sannleika inn í þessar kringumstæður. Faðir, ég þakka þér fyrir það að fyrir þér skal hvert kné beygja og sérhver tunga skal játa að Jesús Drottinn. Og það lausn í því að segja Jesús Drottinn. Jesús hann ríkir, Jesús hann lifir. Þitt nafn
nafn lækni, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Góða kvöldið. Stórkostleg lofgjörð, alveg stórkostleg lofgjörð. Fyrir 3 dögum síðan bað Óli að tala og það kom strax í huga minn orðið fyrirgefning. Og ég hef nú áður talað það einhvern tímann hérna, mér langar að vera smá glærusjó svona í liðin ef það tekst. En þetta sáðkort sem ég langar að tala í dag, ég ætla ekki að vera langorður, ef það fær að komast inn í þitt hjarta og festa rætur þar, þá mun það vera til eilífðar og vera þvílík blessunin í líf þitt. Það mun gefa af sig þvílíka ávexti, þetta þvílíku leyndardómur sem við ætlum aðeins að kafa inn í og í gegnum árin hefur gefið mér gríðarlega blessun. Ég ólst upp, bara örstutt, ólst upp út á Seltjarnarnes að mestu leyti, dálítið baldinn unglingur, lenti oft í slagsmálum, kom oft með skólatöskuna heim til mömmu miðjan dag og sagði það frí í dag og líka á morgun. Þá var verið að reka mig úr skólanum í einhvern 2-3 daga. Þannig að ég var dálítið baldinn og það var gaman að vera með svona hrekki í skólanum og þess aftar. Gekk sæmilega þó ég stundaði nú eiginlega aldrei námið. Og svo einn dag kemur pabbi til mín og segir, hann sá hvert stemdi. Ég var líka að byrja aðeins að smakka áfengi og svona leiðast út á frekar slæma brautir. Hvernig líst þér á að vera skiptinemi í Bandaríkjunum? Og ég sagði, jú, mér líst bara vel á það. Bara fínt. Það var eitthvað 100 eitthvað sem sótt aðeins 12 sem komust og ég var einn af þeim fyrstu. Og þarna út í Bandaríkjunum gerðist eitthvað, ég hitti Jesú. Þurfti sennilega að fara alla leið þangað, það var strákur sem vitnaði fyrir mér í svona gulri skólarútu og það endaði með því ég fór bara að spyrja sjálfa mig, er Guð virkilega til? Er hann virkilega til? Og ég bara linnti ekki látum fyrir ég var búin að komast að því persónlega sjálfur og ég átti marga bænastundir sem ég svona hrópaði upp til Guðs og á einni slíkri bænastund þá sagði ég Guð, komdu inn í hjarta mitt. Bara komdu inn í hjarta mitt og leyfðu mér að upplifa það ef þú ert virkilega til. Ég er 17 ára gamall og bara lífið framundan, ekki í neinum stórum vandamálum. Bara ég þráði að vita það, Guð virkilega til? Og þarna á þessu augnabliki, í 3. skiptið sem ég varpaði þessari bæn fram, þá fann ég það kom bara einhver straumur inn í herbyggið, meðast hurðin vera svona opin í hálfa gátt, og það kom straumur bara svona inn í líf mitt, fyllti mig allan af einhverju sem ég aldrei upplifað áður, og ég allt í einu bara fór að þakka Guði, lyfta höndum, aldrei farið á samkomu, nokkru sinnum í kirkju, einu sinni þegar ég fermdist, og bara takk Guð, og ég bara fekk að upplifa það að Guð er raunverulegur í dag. Og þegar ég mætti daginn eftir í skólan, það var bara eins og þeir kveikt á peru. Býtu, ég og hann erum bara vinir. Ég og hann erum vinir. Og þetta gjörbreytti lífið mínu og ég leit alla minna vini heima á Íslandi vita það að Guð væri til, meðal annars Óla Hauk, við gengum í sama skóla. Og en þetta var alveg stórkostlegu tími. En lífið er þannig að þegar við göngum í gegnum það, þá eru brekkur, það eru hæðir, það er mótlæti, það eru sagðir hluti við okkur sem ekki eru réttir og lífið er ekkert alveg dans og rósum. Það eru allir, ég, þú og allir sem mæta mótlæti í lífinu. Og það skiptir mjög miklu máli hvernig við bregðumst við. Ef þú vilt vera góður íþróttamaður, þá stundaru, segjum bara skíði, bara nánast dag og nótt. Þú ert þarna alla daga upp í Bláfjöllum að reyna þig og kaupa góðan búnað og þess háttar. Ef þú vilt ekki vera góður skíðamaður, þá ferð ekki þangað. En ef þú vilt verða góður í einhverju, þá kostar það ástundun. Það kostar ástundun og það kostar líka réttan félagsskap. Og lífið er bara þannig þegar við göngum í gegnum þessi ár sem við eigum hér á jörðinni, vel að merkja, þú ert komin í fjölskyldu Guðs, þá erum við heimamenn hans og við erum útlendingar hér á jörðinni.
Við erum að fara heim, við erum hér í ákveðin tíma, við vitum hvert við erum að fara, við vitum hvað gerir strax fyrir dauðan, við vitum að hann er konungurinn upprisinn. En á þessari vegferð okkar í lífinu, þá lendum við í ýmiss konar brotsjó og það er spurning hvernig við tökum á þessu. Og eitt af því sem skiptir verulegu máli er að lifa fyrirgefandi lífi í gegnum lífið okkar. Og ég fór bara að hugsa, las einhvern tíma fyrir mörgum árum síðan að Michael Jordan, sem kannski mörg ekki að þekkja, sem er eitt frægasti körfuboltamaður sem Bandaríkjamenn hafa getið af sér, hann sagði einhvern tímann 9.000 skipti hitti ég ekki körfuna. Ég tapaði yfir eða 300 leikjum. 26 sinnum stóð ég á vítalínunni, leiknum lokið og ég átti að vera mjög treyst fyrir síðustu körfunu. 26 sinnum klikkaði ég. Í gegnum árin hef ég gengið gegnum dalina og lægðirnar, en ég hef reynt að standa upp og ég er það sem ég er í dag, meistari á sínu sviði. Við getum orðið meistarar á okkar lífsgöngu, hún skiptir meira máli heldur skíðin, íþróttirnar eða hvað nú er, og allt það skiptir miklu máli inn í líf okkar, þá eru okkar lífsins ganga sem skiptir máli. Er ég hamingjusamur? Hef ég tilgang í lífinu? Hvar er ég staddur? Og ég mani þegar ég kom heim til Íslands, þá var ég svo brennandi í trúnni, ég bara þráði að allir fengi að þekkja hann. Og mér var það á að, í messunu hvernig ég túlkaði kristindóminn og það var meira svona kapp en forsjá. Og þegar árin liðu þá man ég þráði að eignast fjölskyldu og börn og ég þráði bara að gefa líf mitt algjörlega Jesú. Og þar var ég. Og ég kynntist konunni minni og ég man þegar við vorum að stinga saman nefjum og kynnast, þá sagði ég við henni á einum tímapunkti, ég á örugglega eftir að vera kristnumboði bara einhvers staðar í Afríku og kannski bara deyja mjög ungur sko. Og hún alveg, já, ég var alveg bara brennandi og maður er fljótur að gera ýmsa hluti, en í gegnum lífsleiðina, ég á 4 yndisleg börn sem elska Drottinn og af þessu skildi í gegnum mína ævi og fyrrverandi kona minni, ég eru mjög góðu vinir. En leyndardómurinn að því að ná árangri, einn af mínum mestu leyndardómum, er fyrirgefningin. Ef ég ætti að segja ykkur hvað er tungumál himinsins, þá er það kærleikur. Það er tungumálið sem við tölum. Við elskum, við gefum, við föðmum, þetta er tungumálið. Gjaldmiðillinn í Guðsríkinu er trú. Það er ólíkt því að vera einhver króna eða peningur. Það er trú. Þú verður að treysta Guði. Og trúin getur verið þannig að það stundum tekur á að trúa því sem ekki höfum í höndunum. Einhvern tímann las ég líka, sem ég langar að segja ykkur, að mestu fjársjóður veraldar eru ekki úraníunámurnar í Rússlandi eða gullið í Afríku eða bréfin á Wall Street. Það er ekki mestu auðæfi veraldar. Og lesningin hélt áfram og sagði, mestu auðæfi veraldar, þau eru í kirkjugörðunum. Og ég staldraði við að kirkjugörðum, fólk láta grafa peninga eða sverðin sín og gersemi hérna í gamla daga. Svo las ég áfram, nei, það eru sögur sem var aldrei sagðar. Það var kærleikur sem aldrei var gefinn. Það var faðmur sem aldrei var veittur. Það voru ljóð sem ekki voru lesin. Það voru hæfileikar sem aldrei voru nýttir. Og svo hélt þetta áfram og áfram og áfram. Og þegar við lesum Biblíuna, þá sjáum við það að kærleikur Guðs, Guð er kærleikur, það er eitt orð í Biblíunu sem fylgir þessum orði kærleikanum og það er fyrirgefning. Jesús er á krossinum, fyrirgeðu þeim því að þeir viti ekki hvað þeir eru að gera. Og ég ætla að fjalla aðeins um fyrirgefningun og ef þú nærð smá rót, ef það fær að sest þetta inn í hjartaðið, þá fær það að upplifa mikla blessun og mikla ávöxt í gegnum lífið. Og ég ætla að sjá hvað ég get nota þessa tækni hérna. Jú, þarna kemur eitthvað. Fyrir mörgum árum síðan þá var ég vitni að læknaráðstefnu og þar var sagt að 80% af öllum sjúkdómum sem fólk er að gangi í gegnum eru andlegs og sálarlegs eðlis. Ég hef þetta bara frá því sem ráðstefnan sagði. Og áðurum við kannski komum að næstu punktum, þá á einu staði í Biblíunni kemur
Pétur hlaupandi til Jesús eða mjög ákafur til hans og segir við hann hversu oft á ég að fyrirgefa. Og áður en Jesús var tækifæri til að svara, þá segir Pétur við hann 7 sinnum. Og þá svarar Jesús, nei, Pétur, 70 sinnum 7. Alltaf og ávallt að vera tilbúin að fyrirgefa. Með þessu er Jesús ekki að segja að við erum að réttlæta brot þess sem brýtur gegn okkar. Alls ekki. Það er ekki verið að réttlæta brot þess sem brýtur gegn okkur. Það er ekki verið að réttlæta brot þess sem brýtur gegn okkur, en við höfum ávallt og alltaf vera tilbúin að fyrirgefa. Við förum betur í það. Því ef við fyrirgefum ekki, þá hefur það bæði sálrænar, líkamlegar og andlegar afleiðingar. Jesús er mesti græðari sem uppi hefur verið. Hann er konungur konungana, herra himins og jarðar. Hann hefur skapað verölduna. Hann er líka mesti siðfræðingur sem hefur verið uppi. Og hann sagði fullvitandi þegar hann segir við Pétur, ávallt að vera tilbúin að fyrirgefa Pétur, 70 sinnum 7, þá veit hann nákvæmlega ef við fyrirgefum ekki hvað afleiðingar það getur haft inn í sálarlífið, inn í andlega lífið okkar, inn í líkamann okkar, inn í samband okkar við annað fólk. Þannig að það hefur mjög mikið að segja og bara sem lítið dæmi, fyrir langa löngu þá var ég staddur í svona trúboðshóp. Á þessum árum þegar ég er svona kannski 24 ára gamall og við vorum kannski svona 10-15 saman, við vorum með trúboð í miðbænum og við hittumst alltaf á ákveðnum stað og þarna bárum við saman bækur okkur, það var svona eitt sem var ákveðin foringi og hann fór fyrir hópnum og einhvern tímann erum við að tala saman og ég fæði þessa snjöllu hugmynd sem ég man ekki einu sinni hvað var og ég deili þessari hugmynd með honum og hann já, þetta er flott inn í það sem við vorum að gera á þessum tíma. Svo daginn eftir þá var allir hópurinn komið saman og þá segir hann við hópinn, ég fekk alveg frábæra hugmynd og deilir þessari hugmynd sem ég deildi með honum og ég er bara hérna í sætunum rétt hjá honum og ég alveg, hvernig getur þú gert þetta? Hugsaði mig sjálfur mér. Ég meina, ég var að deila þessu með þér og það svona brann eitthvað að hjartanu mínu og ekki var þetta rétt á honum að gera þetta og ég sem mér, þetta er nú félagi minn, ég lít upp til hans en hann er svona leiðtoginn og einhvern veginn bara bældi þetta niður í með mér og ég sagði mér, ok, ég ætla bara að fyrirgefa honum. Og það tók einhverja daga, ég bara fyrirgaf honum þannig að ég man ekki svona eftir atvikunni, ég man eftir því sem gerðist, ég man hvernig mér leið. Og við erum að ganga þannig gegnum lífið að það koma upp svona óvænt atvik að við getum lent í því að það er óréttlátlega á okkur brotið en við þurfum að bregðast rétt við. Og það kom einu sinni maður til mín í þessu samhengi líka og hann var byrjaður í nýrri vinnu og þá var ég pastor mitt hérna í veginum á þeim tíma og hann segir við mig, ég byrjaður í nýrri vinnu og það sem er að gerast þar að það er verið að uppnefna minn nafni sem að enginn veit að ég var kallaður þegar ég var í grunnskóla og það bara stoppaði allan þennan tíma, orðin 30 rúmlega og nú byrjaði að uppnefna þessu nafni einhver einn ákveðin einstaklingur sem að gat rifjað þetta upp og hann þoldi þetta ekki. Og svo byrjuði fleiri að tala um þetta og hann reyndi að stoppa þetta og þetta var rosalega minning úr æsku sem hann var búinn að hylja yfir en þarna tók hann svo upp aftur. Og hann var svo reiður þegar vikurnar liðu og hann kom til mér og sagði, hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Og hann sagði, jafnvel hef ég hugsað út í það að fara á bílastæði og stinga á dekkin á bílnum hjá þessu manni. Þetta fór alveg inn á sálina. Svo ég sagði við hann, biðjum saman, þú verður að fyrirgefa honum. Ef hann er að gera ranga hluti, þú verður að fyrirgefa honum. Ef þú fyrirgefur honum ekki, þá færði hann bara hérna á heilan. Ætlar að láta mann sem gerði þér rangt stjórna því hvernig þú hugsar. Ef þú fyrirgefur honum, þá nærðu að taka þetta frá lífið þínu. Og þú getur fyrirgefa honum með hjálp hans sem að fyrirgefa mannkyninu. Það er oft erfitt að gera það sjálfur, en þegar við eigum einhvern sem er við bakið á okkur og ýtir okkur áfram, þá er það einfaldara. Og við krupum þarna, báðum saman, dagarnir liðu og hann var frjáls frá þessu. Og þannig er það með lífið, og ég veit ekki hvar þú ert nákvæmlega stödd eða staddur, að það er alltaf eitthvað að koma upp á. Og þetta getur varða fjölskyldan og oft er þetta mjög náið eitthvað sem að tengist okkur. Ég á vin sem ég lánaði pening því að við örugglega fengið upplifað þetta mörg ykkar, lofar að borga á mjög flott viðskiptahugmynd. Dagar líða og kemur útborgunardegi en engin peningur og þannig verður líða dagarnir og vikurnar og
og maður er alltaf að spurja og borga inn á og eitthvað vesinn og endanum í þessu tilfelli þá bara sá ég það, ég myndi aldrei fá þetta aftur og ég var það fyrirgefa. Menn hann skuldaði mig pening, það tók á að lána, ég átti ekki endilega svo mikinn pening, en ég ákvaði að fyrirgefa og það tók á. Það gekk ekki bara svona, en ég gerði það samt. Ég fór að sofa á kvöldin, ég man bara eftir þessu og ég nagaði mig, af hverju var ég að lána honum þetta? Hvað hef ég geta gert við þennan pening? Af hverju, og svo bara, þú veist, ég var pirraður. Svo hringdi ég í hann og svona héldu vikurnar dálítið áfram, sko. En svo sagði ég bara, þetta gengur ekki. Þetta er að eyðileggja líf mitt, þetta er að eyðileggja svefnin minn, þannig að ég verð bara að fyrirgefa. Leyndardómurinn sem að Jesús vill af eignum, þetta sáðkorn fyrirgefningarinnar sem hann plantaði fyrstur allra. Þannig að ég sagði bara, ok, Guð, ég bara fyrirgefa honum í Jesú nafni. Og það tók tíma. Ég losnaði frá því og ég er frjáls. Við þráum öll að ganga lífið þannig að við séum frjáls. Það sé ekki einhverjir hlekkir sem við erum að draga á eftir okkur eða einhver óþægilega uppgjörð mál sem að trufla okkur og göngu okkur með Guði. Þannig að fyrirgefningin skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Og það er nefnilega þannig að þegar við fyrirgefum ekki, þá getum við myndað, eins og ég sá, fókus á þann sem er að brjóta gegn okkur. Einn af mínum félögum, hann sagði við mig, ég og pappa, sem að byrjar að leggja hendur á mömmu, talaði aftur í tíma, byrjar að drekka áfengi og hann ólst upp við þetta. Og þegar hann var orðinn 17-18 ára gamall, þá gekk hann í milli og hann eiginlega, segi nú ekki, hataði pappa sinn, en hann gat ekki fyrirgefa honum. Og þegar hann óks upp, eignaðist konu á 2 börn, þá var hann nákvæmlega farin að fara inn í sama munstrið. Og þá var ég að tala um þetta á þessum nótum og hann kemur til minn og segir mér, heyrðu, þú bara bjargaði lífið minni. Ég sagði, hvernig má það vera? Jú, ég er bara verið eins og pappi. Og ég fór að spyrja út í söguna, þá var þetta dæmið. Hann gat aldrei fyrirgefið pappa sínum, ég ætla aldrei að vera eins og pappi, þannig að hann bara mótaði sig að því sem að pappans var. Og smátt var hann byrjaður að sulla og svo var hann byrjaður að leggja hendur á konuna sína og það var ekki fyrir hann fyrirgaf pappa sínum sem að allt þetta ranga gerði að hann losaði þessi tilfinningalegu tengl sem að gera það verkum að hann var byrjaður að mótast í þess átt. Þannig geta hlutirnir sem að kannski byrja lítið orðið stærri í lífi okkar. Þannig að fyrirgefningin skiptir gríðarlega miklu máli og við erum alls ekki að réttlæta brot hins brotlega. Jakobsbréfið segir að þegar við mætum erfiðleikunum, þá getum við jafnvel tekið þeim með gleði ef við erum komin á þann stað, því að þessi þrautarganga, hún verkar þolgjaði lífi okkar og gefur okkur styrk til að takast á við enn frekara mótlæti. Það er rigning einn daginn í dag, það er sól á morgun, lífið er þannig líka. Þannig að við þurfum að læra að takast á við þetta og læknir einn lýsir þessu þannig að þegar við fyrirgefum ekki, þá getur orðið þræll hugsan okkar. Og smátt, eins og ég sagði hann, þá getur þetta farið að stjórna svefninum og endanum hefur þetta ekki bara sálrænar afleiðingar, það getur líka haft líkamlegar afleiðingar. Og líkamlegar afleiðingar geta meðalans verið hár blóðþrýstingur, magasár, og þetta eru bara 2 dæmi biturleika sem verður til í lífi okkar. Þetta gremjan framkallar hormóna og taugakerfið sem veikir taugakerfið og ónæmiskerfið og þetta getur líka haft líkamlegar afleiðingar. Meðan ég þagði þá tærðust bein mín, segir í sálmónum, glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Og ég er búin að fá að upplifa þetta, svefnleysi til dæmis, að þegar ég fyrirgef ekki og lifi í biturleika, þá byrjar þetta af áhrif líka á líkamann. Og ég er búin að vera með fólki sem að, þú veist, það er bara, maginn er alltaf í hnút, bara alltaf í hnút. Taugakerfið byrjaði að versna og þannig halda sjúkdómarnir áfram. Einhvern tíma hitti ég mann sem frá Nýja-Sjálandi og hann sagði mér ótrúlega sögu sem er alveg sönn og hann var mikill sjáandi og fékk mjög mikil þekkingarorð, talaði mjög sterkt inn í líf mitt, sagði mér hvað ég var að gera nokkrum dögum og undan og bara komið þvílíka uppurinn í líf mitt. Og hann sagði, ég var einu sinni beðinn að koma á sjúkrahús og biðja fyrir konu sem var mikið veik og læknarnir eiginlega vissi ekki hvað var að, nema það henni heilsinu hrakaði hægt og rólega. Og
Hún var eiginlega orðin löm svona á stóru leyti eða miklu leyti og hann kemur að rúminu og mamma hennar líka og hann fær svona bara sér mynd af lítilli stúlku, 12-13 ára gamalli, sem með barnavagn og hún missir einhvern veginn barnavagnin frá sér. Og þá rifjast upp fyrir mömmunni, já, vinkona mín var í heimsókn og hún var að passa þarna fyrir utan eldhúsgluggann, barnið hennar í vagninum og það er svona smá brekka aflíðandi og hún missir vagnin á undan sér og hann fer niður brekkuna, lendir á kantsteini og veltist yfir. Og þær sjá þetta í gegnum gluggan og hlaupa út, koma hlaupandi og barnið er alveg heilt og engin umferð þarna akkurat þetta átt sér stað en mamman gerir það sem átti ekki að gera, hún skammaði krakkann dálítið illa. Þannig það bara kom sár inn í barnið. 12 ára gömul, 16 ára gömul var hún flutta heiman og gat aldrei fyrirgefið mömmu sinni. Hún þurfti faðum, þetta er allt í lagi elska mín og þeir fyrirgefið og þurfti eitthvað svona einhverju umhyggju en það var tekið á sem er mikillu hörku. Þannig að þetta skapaði sár í lífið komandi einstaklings. Árin liðu og hún gat aldrei átt gott samband við mömmu sína. Atburðurinn gleymdist í tímana rás meira að segja og þarna er hún komin á sjúkrahús og þegar sagan er rifið upp þá mundi hún allt í eftir þessu. Mæðgurnar sættust þarna, fyrirgefningi fór á milli þeirra og sambandi gjörbreyttist á milli þeirra. Hún var alltaf í einhverju svona höfnun gagnvart mömmu sinni þó hún kæmi á heimsóttana, það var alltaf einhver lokun. Og það liði 3 dagar, sagði hann, þá fór að sjást veruleg batamerki og svo í útskriða varst hann einhverju stuttu seinna frá þessu sjúkrahúsi. Þannig að að vera í biturleika getur haft veruleg áhrif á okkur. Og ef við tölum aðeins andlegar afleiðingar, þá eru þær þannig að við eigum mjög erfitt með að treysta Guði. Ef þú ert í beiskju eða biturleika, þá stofnar samband okkar við Guð. Það er svo erfitt þegar Guð er fyrirgefandi og segir þér að fyrirgefa og þú kemur til hans í biturleika eða með beiskju, þá samt umfaðmar hann þig, þá samt elskar hann þig, þá samt gerir hann allt fyrir þig, skilurðu, en inn í þér byrjar að myndast, ég er ekki nógu góð eða góður, óverðuleiki, ég er ómöguleg og líf mitt er svona, þannig að þú ferð sjálfsmynd þínu löskuð og þannig að þetta fer að hafa áhrif á þetta andlega samband og ég hef líka fengið að upplifa þetta að mitt andlega samband það skaðast þegar að ég fyrirgef ekki og er í þessu ástandi þá finn ég að erfiðara með að heyra frá Guði, ég erfiðara með að þiggja kærleika hans, ég erfiðara með að þiggja frið hans í líf mitt og svo er annað sem gerist þegar við fyrirgefum þá lærum við, þá sjáum við brotlega í allt öðru ljósi. Ef þú fyrirgefur ekki þeim brotlega, þá sérð hann alltaf sem þeim brotlegi. Ef þú fyrirgefur honum, lærið að stíga hans út í þessari mynd, þá fyrir kannski að sjá, já, nú skilji ég akkur á hann svona, nú fatta ég akkur hann gerði þetta. Og kannski gefur Guður tækifæri til að fara einhvern tímann til hans, eða þú nálgast hann þannig að þú getur hjálpa honum og hjálpa honum til að losna undan þessu vesni sem hann er í. Þú fær aldrei tækifæri til þess ef þú ert í biturleika. Jesús var fyrirgefandi alla sína göngu. Það var alveg sama hvað þeir sögðu við hann fariseiðarnir. Sögðu hann frá Belsebúl, það var illur andi í honum. Hann lifði fyrirgefandi lífi. Og þegar þeir sett hann á krossin þá segir hann, ég fyrirgef þeim faðir, fyrirgefu þeim. Hann fyrirgaf þeim sem voru krossfesti við hliðina á þeim. Jesús lifði fyrirgefandi lífi. Þannig að einn annar þáttur sem ég langar að nefna eða 2 áður við ljúkum þessu er að það er mjög erfitt ofta að biðjast fyrirgefningar þegar við höfum gert rangt. Ef þú gert rangt og þú finnur að þú gert rangt, kannski gagnvart vini þínum, þá er mjög erfitt að biðjast fyrirgefningar. En það er rosaleg lausn að gera það. Og stundum er það ekki hægt því að við komum til farin, hann er dáinn eða eitthvað svoleiðis og þá verðum við að fyrirgefa okkur sjálfum, sem er oft mjög erfitt líka. Einhvern tímann var ég á ráðstefnu á Hótel Natura, eða Loftleiðir eins og var þeirra hér þá og ég var beðinn að svara einhverjum ákveðnum spurningum, þetta var svona trúarlegs eðlisdótið, viðskiptafundur og ég svaraði bara, mjög flott fannst mér og ég sagði dálítið mikið, já, ég er búinn að upplifa þetta og ég er búinn að gera þetta svona og svona segir Biblían þetta að gera og ég er svona og þegar ég fór út af fundunum og kom út í bíl, þá bara þyrmdi yfir mig, ég bara, af hverju sagði ég þetta svona?
Ég sagði þetta eins og ég væri svona, vissi þetta mikið betur en aðrir og væri lengra komin og ég var alveg bara ómögulegur í bílnum. Ég gæti ekki farið aftur á fundin, hann var búinn, eða farið hringi í 50-60 manns og segja, ég meinti þetta ekki svona. Hvað átti ég að gera? Mér leið alveg hræðilega. Mér langaði að naga mig í handabækið. En ég sagði bara, Guð, ok, bara, þú þekkir mitt hjarta, ég meinti þetta kannski ekki svona, kannski var ég pínlítið stoltur eða hvað það var, ég bara bið að lækna þetta, láta þetta ekki fara þannig inn í líf fólks, bara fyrirgeðu mér Drottinn. Og það tók mig alveg daginn. Ég var alltaf að hugsa þetta, þangað til ég gat svona bara losna frá þessu. Þegar ég var 17, 18 og 19 ára, þegar ég var að vitna fyrir pappa og mömmu og ég var svona dálítið baldinn eins og var hérna, ég sagði ykkur frá í upphafi og það kom oft fyrir að pappi þurfti að tuska okkur til mig og bræður mína og það var alltaf ég gerði þetta ekki, hann gerði þetta og svo vorum við tuskaðir eitthvað til og svo bara svona leið tíminn og svo kom næsta áhlaup einhvern tímann seinna. Og þarna þegar ég orðinn frelsaður á samfélagið við Guð, þá gerist einhver svona uppákoma. Það var engin fullkomin þó ég væri búin að eignast trúna. Og það var einhver uppákoma milli mín og bróður minn og hann hljóp eitthvað í burt og pabbi kemur til mér og segir, byrjar að skamma mig. Og venjulega tók ég á móti og sagði, heyrðu, þetta er ekki alveg svona. Þú veist, hann gerði þetta líka. Og pabbi hélt svona smá ræði við mér. Og þá bara allt í henni kemur í hjarta mitt, segðu fyrirgefðu. Og ég horfa á pabba og segir, pabbi, bara fyrirgefðu mér. Hann bara, hann vissi ekki hvað hann átti að segja, bara bakkaði hálfpartinn og svo lappaði hann í burtu og ég fór inn í herbergi og ég hálfpartinn grét, mér finnst svona bíða í lærri hlut einhvern veginn. Akkur á ég að bíðast fyrirgefningar? Jú, ég átti hluta máli, en það gerðist eitthvað í lífi pappa. Fyrirgefðu pabbi, bara heyra þetta orð, fyrirgefðu pabbi, það bara var eins og köld tuska í andliti, það var allt annað náttu von á og það fekk hann til að hugsa. Þetta var eitt sáðkornið að sjá hann eignast trúna og þvílíkt að vera blessunin í Guðsríkið. Þannig að fyrirgefa skiptir miklu máli og að lokum, ég ætla ekki að fylgja textónum þó að þið séu þarna, þannig að þá getur þetta gengið í ættir. Þú veist að Biblían talar það að blessun og bölvun getur gengið í ættir og Guð vill að blessunin gangi í ættir og þeir eru orðin trúuð, þá bara á það að gerast automatík. Ég frétti af konu sem á 2 dætur og þessi kona hafði gifst manni sem að mamma hennar var ekki hrifin af, alls ekki hrifin af. Og það var svona, hún vandaði dóttur sína, hún sagði, mamma ég er hrifin af þessu manni, ég ætla að giftast honum. Og það endaði með því að hún giftist honum. Og það var alltaf svona þetta pínlítið svona fjarlæg út af þessu og þessi kona ætlaði sko að sanna fyrir mömmu að hún hafði rétt fyrir sér og þetta var rétti maðurinn í hennar lífi. Hún eignaðist 2 dætur og ósjátt byrjaði hún að haga sér stoltið svona vera ströng við þær. Hún ætlaði að sína mömmu að hún var í góð fyrirmynd. Þær eignuðust kærasta, báðar 2, 16 og 18 ára gamlar og mamman var ekki dægilega hrifin. Þannig að hún fór svona að tala við stelpurnar að það væri ekki það rétta og það er þetta að bíða eins lengur eitthvað svona og þær voru ekki hrifnar af því. Búin að fá dálítið strangt uppeldi, þannig að þær bökkuðu dálítið út úr þessu og svo eldri var fluttað heiman og þannig að hlutirnir voru að byrja að þróast í 3. ættlið þarna. Mamman, dæturnar þarna komnar og móðurinnar. Þannig að það var ekki fyrir fyrirgefningin komst þarna inn, hún fyrirgaf mömmu sinni, stelpurnar fyrirgaf móðurinni og það var svona fyrirgefning og það kom lausnin í þessar kringumstæður. Þannig að sem betur fer fekk Guð að koma þarna inn og fá sjá stórkostlega blessun. Þannig að nú ert þú stattur eða stödd á einhverjum tímapunkti í þínu lífi. Og ég hveti ef þú þarft að gera upp einhvern að gera það, stundum er gott að gera það skriflega, það er eitthvað þannig, stundum er ekki hægt að gera upp eins og ég sagði áðan, en að lifa frjálsu lífi og óhlekkjuðu lífi er ekki dásamlegra. Guð hefur gefið þér hugsjón, Guð hefur gefið þér, eða þú áttir drauma, þú áttir markmið, þú hefur tilgang, Guð elskar, það er ekki til neitt eintak í heiminum eins og þú. Þannig að þú mátt ekki láta biturleika stoppa þig, þú mátt ekki láta einhverja hlekki stoppa þig þegar þú hefur þetta sáðkort fyrirgefningar. Og ég bara legg það núna inn í lífið þitt í Jesú nafni, þannig að þú lærið þennan leyndardóm þegar þú ert slegin á kinnina, ég ætla að fyrirgefa. Þú lærið þennan leyndardóm þegar þú ferði gegnum þrengingar og það er kannski öðrum að kenna, það er sagt eitthvað í bakið á þér, þú ætlar ekki að snúa þig við og slá á móti, auðvitað leiðréttu við hluti, en þú ætlar að vera að lifa fyrirgefandi lífi. Og það verður þvílík blessun inn í þitt líf og
og þú munt sjá þína drauma og þínar óskir ná fram að ganga. Ég hef verið á þessu mómenti í mínu lífi þegar mér varst bara að vera algjör svona sinubruni. Bara, Guð, hvað í gangi? Bara eins og veröldu sér hrunin. Vinnan farin, búin að missa einhverja vini og búin að lendi bara miklum erfiðleikum sem eru mikið sjálfskapaðir. En á því augnabliki þá svo gott að vita það að það bjarg sem alltaf elskar mig, alveg sama hvað. Minn kærleikur, hann getur klikkað, mín fyrirgefning getur klikkað, en hans fyrirgefning og kærleikur klikkar aldrei. Og það bjargið sem við byggjum á, og Jesús sagði, ég gef ykkur nýtt boðorð. Þú veist, hinur farin, nýtt komið í staðinn. Það getur enginn uppfyllt fyrsta boðorðið. Við erum ekki lengur undir boðorðum, við erum undir kærleika Krist. Ef við erum boðorðum skrifuð hérna inni, en það engin, ef ég ætla að vera undir boðorði, að elska Guð öllu hjarta, sál og mætt og huga, og náungan eins og sjálfa mig, þá var ég sekur daglega og var endalaust bara fyrirgeðu mér. Guð er búinn að fyrirgeða mér og hann er búinn að leggja mér nýtt boð í hjarta. Að ég elska, boðorðin eru skrifuð hérna inn, lögmálið er skrifað í hjarta mitt, en boðorðið er að elska og lifa fyrirgefandi lífi. Þannig að núna skulum við ganga út í lífið og lifa fyrirgefandi lífi, og mér langar til þess í lokin að bara við eigum stutta hljóðastund núna og bara hugsaðu, ef það er eitthvað óuppgert, er einhver sem átt eftir að fyrirgefa, er einhver sem gerði á þinn hlut, er þetta rætast í þínu líf að þú ert að verða eins og pabbi þinn, eða mamma þín, eða frændi þinn, var eitthvað sagt við því í æsku sem er að móta þig núna? Það skiptir máli. Einu sinni á jólunum fyrir löngu þá þegar ég var svona 7-8 ára gamall, ég hef einhvern tímann sagt ykkur áður, það var perlufestinnar ömmu sem enginn gat losa, sem hún er með bara á aðfangadag. Hún var öll í einhverju flækju. Ég gat losa hana með einhverjum títuprjónum, þá kemur einhver frændi til mér og segir við mig, svakalega ert þú flinkur í höndunum. Ég gat aldrei gleymt þessu. Ég hef alltaf treyst þessum höndum að smíða og mála og gera hluti, ef þarna hefði verið sagt við mig, þú er dómulegur og neikvæði hluti, það hefði getað móta mig líka. Er það eitthvað svona sem er að móta okkur sem að Guð segir bara fyrirgefu frændaðinum, fyrirgefu mömmuðinni, fyrirgefu bróðinum? Við skulum nú taka örstutta hljóðastund. Drottinn, ég bara bið þig í Jesú nafni núna að móta líf okkar. Tala inn í líf okkar eða er óuppgert. Hjálpa okkur til að gera upp, Drottinn, að lifa fyrirgefandi lífi, Drottinn Jesús. Fyrirgefandi. Ég bað þess, Drottinn, áður ég kom hingað að þú myndir snerta við hverjum og einum sem hér væri. Að þetta ságót myndi festa rætur og bera ávöxt, Drottinn. Og réttur ávöxtu, Drottinn, gleði, friður, fögnuður, tilgangu, Drottinn, eiga tilgang í lífinu, eiga framtíð, Drottinn. Ég bið þess að þetta eru ávöxtu sem ég núna setjast inn í líf þessara systkina minna sem eru hérna núna, Drottinn minn og Guð. Þess bið ég þig í Jesú nafni. Og ég þakka þig fyrir, Drottinn minn, að þú bænherir mig núna. Ég bið þess að bæn, Drottinn minn, að hér verði vakning, vakning, vakning. Þú ert hluta þessari vakningu. Guð bless ykkur. Ef þið þurfið fyrirbæn, frekari fyrirbæn, þá eru fyrirbæðendur sem koma hérna fram og biðja með ykkur. En ég vil að þú farið með þetta sákorn út. Ég ætla að lifa fyrirgefandi lífi. Og bara eitt sem ég datt líka í hug, að ástundun skiptir miklu máli. Það að ástunda samkomur og vera innan þá sem eru að hugsa á sama level eða eru á sömu vegferð skiptir miklu máli. Ef ég alltaf innan fólk sem að tala neikvætt til mín eða í neikvæðum hlutum, þá mótast ég að því. Ef ég kem hér, þá mótast ég að orðinu sem hér talað, að söngnum og lofsöngnum og þeim félögum og vinnum sem eru hérna. Það skiptir máli að mæta, það skiptir máli að vera með. Guð bless ykkur.